Verið hjartanlega velkomin, njótum stundarinnar, tölum kort við annað. Ég eins og stjórnmálamennir, ég verð ekki læs með aldrei, ég les ekkert úr þessari bók en ég þið að lesa hana. Og nú hún létt og lipur, fyrsta bókin mín var svo þung, ævisaga mín, að konur sagði við mig Guðni, þú ert allt og þungur í rúminu. En nú þetta létt og lipur bók og hún að því leyti velgerð að fólkið á heimilinu getur á stuttum tíma lesið hana og tekið síðan að ræða hana. Hún opnar mönnum nýja sýn inn í Njálu, inn í Laxdælu, inn í þessar merkilegu sögur Íslendinga. Það var verst að þið Gunnar á Hlíðarenda gátu ekki gert út þetta meðan þið voru báðir á lífi, sagði Davíð Oddsson forðum við mig þegar hann reiddist mér í ríkisstjórnarherberginu og ég hafði haldið því fram að vera nær fyrir ríkið að kaupa Hlíðarendi í Fljótslið til minningar Gunnar og Hallgerði heldur en Víðimýri í Skagafirði. En ég get sagt ykkur frá því að það var sagt mig að ég væri uppeldist þegar ég kom í þingið. Þá undruðust menn á henni djúpu, karlmannlegu rödd og sagði ég talaði eins og frá Þingvöllum árið 1000 og ég hefði örugglega verið leikbróðir Gunnars og Njáls og ég hrefst nefnd með Skarphéðni. En nú hefur Hallgerður sagt mér það að hún sé nútímabarn þessa samfélags. Ég tók mynd af henni daginn þegar ég var þar á ferð. Svona lítur hún út. Var ekki að tala Margréti Hauksdóttur eða Lindu Péturs. Glæsileg kona með sítt hár og falleg. Ég þakka þeim Pétri Má og Bjarna Þorsteins fyrir hvatningu og vinskap í minn garð og hvetja mig til að halda áfram að skrifa og hjálpa mér við það. Og svo þetta hljóðbókin komin út í dag, hljóðbókin. Og það Guðni Ágústsson sem les með rödd Íslands í 1000 ár. Hallgerður hét Kerling, var hann kölluð Langbrók og sendi húskarla sína í búr nágrannanna til að sækja slátur, jafnvel framparta og sauðfé. Hallgerður átti ekki nema fyrsta flokks.